Svo verið sem bandarískir alríkislögreglumenn hafa verið hér á störfum í 5 daga vegna Wikileaks án eftirlits íslenskra stjórnvalda. Lektor við lagadeild Háskóla Íslands segir það blasa við að málið þarfnist frekari skoðunar. Áhyggjuefni sé að erlendir lögreglumenn starfi í öðru landi án eftirlits. Karin Kjartandóttir. Samstarf íslenskra lögreglumanna við bandarísku alríkislögregluna FBI vegna gruns tölvuárásir Wikileaks á íslenska stjórnarráðið virðist hafa staðið yfir í 2 mánuði. Eða þar til innanríkisráðherrann Ögmundur Jónasson synjaði alríkisfulltrúnum réttarbeiðni til þess að athafna sig hér á landi. Engu að síður virðast mennirnir hafa starfað hér í 5 daga eftir að þeim var synjað heimildina og íslenskir lögreglumenn höfðu dregið sig út úr málinu. Þeir voru því að störfum hér á landi án eftirlits íslenskra yfirvalda. Lektor við lagadeild Háskóla Íslands sem útskrifaðist frá Oxford Háskóla með áherslu á réttar og stjórnskipunarrétt segir slíkt athæfi alvarlegt og því þarfnist málið athugunar. Kjarninn í fullveldi ríkja sá réttur að setja lög og reglur á eigin landsvæði og svo framfylgja þessum lögum og réttundum. Og almennt það þá þannig að á Íslandi starfa þá íslenski lögreglumenn en ekki erlendir lögreglumenn að rannsókn mála. Hafsteinn segir að vissulega séu þó til undantekningar, til dæmis þegar önnur ríki óska eftir samstarfi á grundvelli réttarbeiðna. En jafnvel þótt að svona samstarf sé á milli ríkja, þá ber heimaríkið ríka ábyrgð á því að réttilega sé staðið á lögum og að réttindi sakborninga sé gætt. Í þessu tilfelli var íslensku lögreglumönnunum kippt út úr rannsókninni og gátu þeir því ekki haft eftirlit með störfum FBI-mannanna. Ef að það hefur gert þannig að erlendir, bandarískir lögreglumenn hafi verið að framkvæma lögreglurannsóknir án fullnægjandi heimila og jafnvel í óþökk eða í trássi við skýr skilaboð frá íslensku stjórnvöldum, þá væri það mjög alvarlegt mál. En einnig kunni að vera að íslensk stjórnvöld hafi gert mistök í þessu máli og það þurfa að kanna. Ef að ráðherra hefur hugsanlega tekið íslenska lögreglumenn út úr meðferð málsins en ekki gætt að því að hafa eftirlit með þá erlendum lögreglumönnum sem væri þá ennþá að starfa hér á landi, einhvers konar rannsókn, að þá væri það líka áhyggjuefni því að hér eiga auðvitað ekki erlendir lögreglumenn að vera að starfa og rannsaka Íslendinga án aðkomu íslenskra yfirvalda. Ríkislögreglustjóri vissi að starfsmenn bandarísku alríkislögreglunar FBI voru hér á landi að taka skýrslur af ungum manni í 6 daga eftir að ráðherra hafði fyrirskipað íslensku lögreglunni að taka ekki þátt í viðtölunum. Sumarið 2011 komu starfsmenn FBI hingað til lands í tvígang. Upphaflega komu þeir vegna rannsóknar á meintri yfirvofandi tölvuárás á tölvukerfi stjórnarráðsins. Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra fullyrðir þvert á það sem lögreglan segir að síðari heimsóknin hafi tengst rannsókn FBI á Wikileaks. Ráðherra fyrirskipaði lögreglunni að koma ekki nálægt viðtölum FBI við íslenskan mann sem gaf sig fram við sendiráð Bandaríkjanna og sagðist hafa upplýsingar málið. Í 6 daga eftir að fyrirmælin komu frá ráðherra voru FBI-mennirnir að störfum hér með vitneskju ríkislögreglustjóra. Ráðherra segist hins vegar ekki hafa vitað að þeir væru hér enn að störfum fyrir 4 dögum eftir að hann gaf út fyrirmælin. Fengum þau fyrirmæli frá ráðherra og þá bara steg íslenska lögreglan til hliðar 25. ágúst. En þið vissuð af þeim hér á landi á þessum tíma? Eftir að þið fengu skipunina að hætta að vinna með þeim? Margir vissu af þeim hér að sjálfsögðu. Þessi orðaspurningur vissu þið að þeir væru að yfirheyra þennan mann í 4, 5, 6 daga eftir að Ögmundur tók ákvörðun? Ég held að flestir hafi nú átt að segja að því að þeir voru að tala við ákveðin einstaklingi á þennan tíma. Ég held það, en hvað gerðist, hvar það fór fram eða hvað þeir fóru á milli, það vitum við ekki. En við vorum ekki aðilar að þeim samtölum eins og þið vitið. Rannsókn lögreglu á tölvuárásinni hefur staðið í 1,5 ár. Þrátt fyrir það hefur lögreglan aldrei rætt við manninn sem FBI kom til að ræða við. Við höfum ekki tekið formlega skýrslu af neinum sem sakborningi í þessu máli. Það er alveg ljóst.